Já, ég sagði að þetta væri bara ruglingslegt. Ég sagði að það væri ruglingslegt að tala illa fatlað fólk og það er bara mín skoðun. Halló, halló, halló. Halló, halló, halló. Blessaði, blessuð.
En koma þá ekki einhver blaðamenn og fréttamenn?
Íslandi hérna. Vitið þið hvað bæ á Íslandi er alltaf kallað pilsubæði? Nú Hvolsvöllur! Ég keypti hana kjól síðan sumar eftir að við byrjum að búin að taka upp þættina. Ég keypti þennan bara... Ég er bara sjálf nýflutt að heiman, svo ég gafst upp að maður býr til íbúð í Reykjavík. Þetta er býðið núna er að koma 11 ár sem sóttum íbúð í Reykjavík. Ég gafst upp á fyrir almenna leigumarkað. Sótti bara húsaleigubætur og fékk þær. En ekki Það? Já, ég var nýflutt. Ég bara mér nóg, ég sá hvernig ég bara bjóð sem ég var nýflutt. Það gerði það.
sterkari signal, sko. Já. Já. Við erum núna segjum svona eitthvað að opna. Já. Hvað er planið? Já, þá er ég komin hingað. Já. Þetta er rosa flott og ef ég hella mér aðeins nær þá er ég komin svona voða. Þá veit ekki alveg hvar þetta verður. Þannig að vonum samt að fólk kalli sér aðeins framar.
Fundarstjórinn. Hæ Fríða. Halló. Hæ hæ. Halló. Þú leiðis. Sko því hérna get ég sett ykkur framan. Aðeins, sko. Þið finnir bara ljósið þegar þið erum hérna, cirka. Já, þetta var hérna. Og ætlið þið að skiptast á? Já. Já. Viltu vera? Það er búin að vera törren.
segirðu mækinn þinn, svo segirðu þegar Andri búinn, þá segirðu Elisabeth, gjör svo vel, og svo er það kalla. Svo þegar það er búinn, þá fer það aftur inn og þú segir, ég og segir. Það er bara vatn. Gamli okkur í þetta, nú koma inn á ábæðsdóttur, Katrínu Tryggvadóttur, að spyrja spurningar sem verða á samfélag. Takk fyrir Andri. Ég ætla að spyrja fyrstu spurningarnar. Almennar spurningar og pólitíkar af fyrstu flokkunum. Af hverju ætti fatlað fólk að kjósa þig? Eru framboðssíður á auðskildu máli hjá þér? Munu forsetaframbjóðandinn á þau kjöru leggja sig fram að hafa upplýsingar, yfirlýsingar og ávörp og ræður aðgengilegar fötluðu fólki, til dæmis táknmálstúlkar og auðskildu máli. Kemur skóli? Þá skulum við hleypa spurningum á undan og svara er það neður einhver. Hins vegar getum held og komið með spurningar sem við höfum nýtt með það. Þá skulum við hleypa aftur spurningum og svara er það með einhver. Hins vegar getum held og komið með nýtt með það spurningar. Aftur. Ætturna. Ekki sinn fyndurna. Allt bara efnið. Halló, halló, 1, 2, betra, gott. Jú. Vitið þið hvað bæ á Íslandi er kallaður Kea-bæ? Þú Akureyri! Þetta var bæning sko. Nei, við sittum hér. Hérna sko. Já, blöði hérna. Hann var út allt.
eins og fram hefur komið þá streyma forsetaframbjóðendur inn salinn. Þá hlýtur að þá er líklega að skora mark! Þá er líklega að skora mark! Já, nú ég sko
Appelsín. Ég verð að fá okkur sykur fyrir appelsín. Jæja, hálf 6, já, þetta er þá langur, nei, 2 tímar. Ég þarf bara, það byrjar 7 í Hafnarfirði. Nóa stól hérna. Það starra sér, flott. Svo þetta vantar mig 4 umboðsmenn, 2 í Kraga og 2 í... Þetta gætir vestan hjá þér. Mjög vel. Rétt á eftir mér. Já, það? Já, með Davíð. Já. Það er saman fyrir. Nei, við vorum sömu vél. Hvaða leið? Nei, reyndar ekki. Hann fór strax aftur. Það var bara minn hlut á Ísafirði. Ég held áfram suður eftir og hérna lauk svo leiðinni á bíl. Þetta er mjög fínt. Blessaður, sjáumst þau. Ég sé það áður.
raskaður. Svo fór ég rétt fötin og allt með það, ég bara... Þannig á ég annað glas. Svo fór ég í myndutöku í morgun líka og ég vissi ekki á henni. Það var hringt í mig hvað ætlar ekki að mæta. Já. Já. Vantaði hana glas? Hvað segirðu? Já. Góður staður. Höfuðstaður Norðurlands. En ég, sko... Það er kosningaskrifstofa þar, þú finnur það. Það er kosningaskrifstofa þar. Það kom á Facebook. Ég voru að hugsa hvort þið voru þá að stela glækna frá þér eða... Nei. Það er margar myndavilar. Sjá hvað gerist. Ég er í rúfsnappinu, já ég er að fá snappa. Ekki leið? Hvað er hérna á milli? Ekki, jú. Það var í skjálfum. This is my shivering. Byrja. Nei. Ágætu gestir, fyrir hönd stjórnar átaks og félagsmanna býð ég ykkur fundarmenn hjartalega velkomin á þennan fund frambjóðandi svara. Þegar við í stjórn byrjuðum að nefna þetta, þá var ætlun okkar alltaf að hafa þetta kvöldstund með frambjóðandum. Þegar á leið vorum við komin með 1 stykki fundasal á Grand, lifandi straum á netið og 7 frambjóðandi til forseta Íslands. Þetta fór fram úr okkar björtustu vonum því þetta hefur ekki verið gert áður að við höldum að fatlað fólk fái tækifæri að eiga samtal við frambjóðendur til forseta Íslands eða í öðrum kosningum. Við leggjum því ofuráherslu á að það að allir skilji hvað hér fer fram sem gerir kröfu það að þeir sem hér ætla að tala séu skýrmæltir og tali á auðskildu máli en flæki ekki mál sitt. Ég vil undirstrika það við ykkur, góði gestir, að bera virðingu fyrir þeim frambjóðendum sem hér eru. Við munum opna hljóðnemann fyrir spurningar. Hér ætlum við að eiga kurteis samtal. Einnig bið ég ykkur frambjóðendur að sýna hvor öðrum virðingu og kurteisi. Við erum ekki hér til að rífast. Fyrst og fremst vil ég þakka ykkur frambjóðendum fyrir að þiggja boð okkar og taka þátt í þessu með okkur hjá átaki félag fólks með þroskahömlun. Það er vegna ykkar sem þetta er orðið að veruleika og þáttaka ykkar skiptir okkur máli. Að þið þorið að setjast niður með okkur og svara þeim spurningum sem að við höfum. Hvet ég ykkur til að taka virkan þátt í fyrirspurnum og eftir og eru allar spurningar leiðar.
Við hjá átaki Félag fólks með þroskahömlun eru góðu samstarfi við með okkar augum þáttastjórnendum og ætla þau að stýra fundinum hér í dag. Ég vil þakka öllum sem komu að skipulagningu þessar fundar og samstarfsaðilum, en þeir gera það að verkum að við erum hér með táknmálstúlka og erum í lifandi útsetningu. Einnig er kaffi og með því frammi. Ég óska ykkur góðs gengis og gef nú fundarstjóra fundarins orðið honum Andra Frey, gjörið svo vel. Komið í sæl og blessuð, kæru fundargestir. Mér langar að byrja að þakka forsetaframbjóðendum fyrir að mæta hér í dag og ég vona að hér fari fram málefnalega og uppbyggilega umræður sem hér okkur öllum til sóma. Með mér hér í dag eru vinkonur mínar Katrín Guðrún Tryggvadóttir og Steinunn Ása Þorvaldsdóttir sem munu spyrja frambjóðendur nokkurra spurningar og leita þar svara við því sem helst benna á fötluðu fólki. Því miður hafði Davíð Oddsson ekki tök á að vera með í dag, en til allra hamingju er Ástór Magnússon kominn og við erum öll honum mjög þakklátt fyrir það. Þannig að viðmælendurinn verða því Andri Snær Magnason, Ástór Magnússon, Elisabeth Kristín Jökulsdóttir, Guðni T. Jóhannesson, Guðrún Margrét Pálsdóttir, Halla Tómasdóttir, Hildur Þórðardóttir og Sturla Jónsson. En áður en kemur á spurningunum langar okkur að heyra frá hverjum og einum frambjóðanda og raunin ræst að stálossuð. Við byrjum á nafna mínum Andra Snæ Magnassyni og endum á Sturlu Jónsssyni. Hver frambjóðandi fær 2 mínútur en ekki 100. Andri Snær, gjörðu svo vel og gangi þér sem allra best. Var sérstök spurning eða bara að tala frjálst? Já, ég tala frjálst. Já, ég heiti Andri Snær Magnason og ég er rithöfundur og hef starfað sem slíkur í 20 ár. Ég fer í þetta framboð með ákveðna sýn, framtíðarsýn jafnrétti og tungumálin okkar, meðal annars táknmálið. Ég hef táknmálstúlkað mína fundi, sérstaklega mína stóru fundi og textað öll mín myndbönd. Ég hef átt ágætt samstarf við ýmis félög fatlaðra. Ég hef búið til ljóð fyrir jólaóróa sem var gefin 10.000 manns af Glitni til styrktarfélagi lamara fatlaðra. Ég þekki síðan Steinunni og andra frá gamalli tíð þegar ég hitti þau eitthvað í upplestarferðalagi og hef hrifist mjög af þessum brautryðjendum. Ég hef síðan auðvitað lesið inn á hljóðbækur fyrir blindrabókasafni, þannig að í mínum ferli þá kemur maður víða við og kemur nærri þessu málaflokki og tekur tillit til þessara mála. Auk þess sem maður tjáir sig oft mannréttindamál og ég hef líka tjáð mig málefni eins og SNEM-ómskoðanir sem ég veit að hvílir á mörgum, sérstaklega Downs-félaginu. Þannig að ég hef mikinn áhuga á þessu málaflokki og ég tel lít svo á að þetta brautirendastarfi eins og hjá Steinunni og andra og þessum krökkum að víkka út landamærin, að setja sinn málaflokk á dagskrá. Þetta er mannréttindabarátta sem að gagnast okkur öllum. Þetta víkkar út mörkin fyrir hvernig við sjálf megum vera. Þetta eykur umburðarlyndi í samfélaginu og ég fagna mjög þessum fundi og óska ykkur til hamingju með hann. Við þökkum Andra Snær kærlega fyrir. Næstu er sjálfur Ástór Magnússon, Friður 2000. Já, þakka ykkur fyrir. Já, eins og sagði, ég stofnaði Frið 2000 fyrir rúmlega 20 árum á Íslandi með þá hugsjón að Ísland verði leiðandi í friðarmálum í heiminum, að héðan munum við boða nýjan boðskap. Ég hef talað að þetta sé boðskapur sem er jafn mikilvægur og jólaguðspjallið í dag til mannkynsins. Nú þegar við erum að horfa á upplausnarástand í Evrópu
þar sem að menningarheimar að rekast á. Milljónir flóttamanna hafa streymt inn í Evrópu síðastliðin ár. Vandinn svo mikill, það er yfir 60 milljónir manns heimilislausir á flótta núna undan styrjaldarástandi og þetta hægt að rekja allt til mannanna valda. Við berum ábyrgð á þessu líka, Íslendingar, því að íslenska þjóðin sem þjóð hefur aldrei raunverulega unnið neitt af friðarmálum, en við höfum stutt styrjaldir eins og þegar íslensk stjórnvöld stuttu innrásina í Írak. Og ég mótmælti þessu mikið á sínu tíma, það var kannski svolítið áður en að fólk áttaði sig á því hvað þetta var alvarlegt mál. Ég var sóttur og settur í fangelsi. Ég var í fangelsi í marga daga, algjör einangrun. Ég var fluttur á milli lögreglustöðva hérna, ég var talinn svo hættulegur hryðjuverkamaður. Þegar ég varaði við því að ef að íslensk stjórnvöld næðu í gegn með það að nota íslenska flugvélar til að flytja hermenn til Mið-Austurlanda til að styðja Bush í þessu stríði, þá varum við búin að brennimerkja íslensku þjóðina og íslensku flugfélögin sem stríðsvél, sem hluta af stríðsvélinni, og þar með værum við búin að breyta hlutverki þessara flugfélag úr að vera borgarleg skotmörk í að vera hernaðarleg skotmörk, og þá væru árásir á starfsstöð þeirra hvar sem í heiminum lögmætt stríðsaðgerð, ekki hryðjuverk. Sem betur fer með miklum látum og uppákomum leiksýningum í héraðsdómi að þá tókst mér að skapa svo mikið læti kringum þetta mál að ráðamenn þeir féllu frá þessu plani, og sem betur fer fór aldrei neinar, allavega ekki Icelandair flugfélagar, ég held að það fara einhverjar Atlantafélagar en ómerktar þarna niður eftir. Og það var náttúrulega mikil svinna. En ég fór fyrir rétt tæpum 20 árum með mig til Írak í flug með jólapakka frá íslenskum börnum og lyf og matvæli til þess að mótmæla stríðinu. Þessu náttúrulega pakkað inn sem svona mannúðarflugi, en í raunulega voru pólitísku skilaboðin þau mikilvægustu. Því að þegar að þetta gerist að þá stemdu Bandaríkjamenn, Clinton-stjórnin, stemdi það að gera árás á Írak með efnavopnum, og það var verið að reyna að ná samstöðu með öðrum þjóðum, vestræðum þjóðum, það að styðja við þessa innrás. Og þegar að ég kem þarna niðurir á leiðinni, að þá fer faðir lítilla stúlku sem heitir Amal inn á skrifstofu CNN sjónvarpsstöðvarinnar. Ástofn minn. Ég skal vera að reyna að stytta þetta, með bréf þar sem hann bað Guð kraftaverk fyrir barnið sitt. Og það sem gerðist í framhaldinu er að við fluttum þessa stúlku til Amsterdam, en það valdi svo miklum athygli á málinu hvernig að stríð kemur niður á saklausu fólki og saklausum börnum, að það skrapp upp mótmælaalda út allan heim sem var til þess að það náðist engin samstaða innrás í Írak. Ég vildi bara segja ykkur það vegna þess að ég er að reyna að sýna ykkur með þessu hvað rödd frá litlu landi svo Íslandi er mikilvægt innlegg í friðarbaráttuna. Já, þakka þér fyrir Ástofn, við þurfum ekki að heyra með hann, en þakka þér fyrir. Já, eins og ég sagði rétt á hann, það hafði Davíð Oddsson ekki tök á að vera með okkur í dag, hann er illa upptekinn af einhverju öðru. En næst kemur Elisabeth Kristín Jökulsdóttir rithöfundur. Hvernig var það? Væri hún ekki til í að skrifa ævisögu mína? Gjörðu svo vel. Ef ekki að byrja, hvaðan ert þú? Er nú Reykjavík? Já, hvaðan ertu? Ég er bara frá Reykjavík. Já, einmitt. Heyrðu, og úr hvaða hverfi? Grafvogin, Foldon. Já, einmitt. Heyrðu, ég er í forsetaframboði og ég þurfti að taka svolítið af leigubílum og ég byrja alltaf á því að spyrja leigubílstjórana hvaðan ertu, og þá er allt komið í gang og ég er búin að komast að því að Íslandssagan er í leigubílum vegna þess að einn segir já, ég er nú úr Ísafjarðardjúpi og pabbi minn hann fekk bara að borða leið og hundarnir af því að hann var gefinn í fóstur og það var ekki betra atlæti, og svo kannski annar sem er frá Langanesi og Raufarhöfn og saknar svo fuglana, og nú er ég bara, þetta er svo dásamlegt að komast að því hvar Íslandssagan er geymd, hún er hjá leigubílstjórunum. Ég held að það sé eitt af stefnumálum mínum að við segjum hvert öðru söguna okkar
og hún bæði til að tengja okkur og aðgreina og hérna búa til hita, það alltaf hiti í sögunni og stefnumáli mín eru hérna nokkur, ég bjó til manifesto sem að finna á Facebook síðunni minni. Ég man bara ekki hvað í efsta sæti, sko, en þetta eini staðurinn sem ég get sagt það, ég muni það ekki, sko. En ég man í öðru sæti þá grín, það númer 2 á stefnuskránni og sumum finnst það létt úðugt, en grín bara tæki til þess að brjóta niður valdið og ég lít svo á að við hérna á Íslandi í fámennu samfélagi að þá þurfum við á því að halda að brjóta niður valdið og við getum ekki verið að láta eina mannesku vera valda meiri eða eitthvað merkilegri en aðra og allir hafa ákveðin völd og eiga bara að njóta sín og síðan ég með hérna bara fólk á stefnuskránni minni að eins og ég var að segja með söguna að við tölum saman og höfum áhuga hvert á öðru og það allt saman en sjálfur ég mitt skáld og rithöfundur og ég hef unnið alls konar svona störf, ég til þess að verið háseti á bát og kennari og ýmislegt og ég á 3 stráka og einn fótboltamaður og ég þurfti neyddist til að fá á KR-völlinn bara mörg ár og elda kjötsúpu alltaf fyrir hann áður en hann fór að keppa og hérna skrifaði svo fótboltasögur en hann kendi mér svolítið að berjast þessi strákur og ég hef komist að því að hérna ég komst að því í fyrra þegar ég var sem sagt veik búin að vera veik í 3 ár að ég hafði alltaf verið að berjast í lífinu og ég var að berjast fyrir því að vera edrú ég er geðfötluð ég get státað af því sko, ég er með geðsjúkdóm og það heitir að vera geðfatlaður og ég er öryrki og ég finnst alveg rakið að fá öryrki á Bessastaði. Já, þakka þér Elísabet. Og býtu, ég bara eins og Ástór, bara búin með tíman? Nei, þetta allt í lagi, við förum ekki hjá mig. En hérna, nei, þetta bara flott. Já, bara flott, þetta bara áfram, takk. Þakka þér, já, við fengum ekki alveg næst kemur sagnfræðingurinn Guðni T. Jónasson, gjör svo vel og gangið vel með fleiri sagnfræði. Já, þakka þér fyrir. Bestu þakki fyrir kynninguna. Ég er sagnfræðingur, já, rétt það. 5 barna faðir og háskólakennari. Á draumafjölskyldu, í draumastarfi, í draumahúsi. Hvers vegna ætti ég þá verið að breyta til? Jú, stundum mæta áskoranir manni eða augranir og þá tekum maður þeim og mætir þeim. Ég er í framboði til forseta Íslands vegna þess að mér langar til þess að láta gott af mér leiða. Mér langar líka til að þakka fyrir þennan fund og það frumkvæði sem þeir sem skipulögðu hann hafa sýnt og hver allt er hér vel skipulagt og fer flott fram. Eins og Andri minntist á þá hef ég haft táknmálstúlk þegar ég held fundi, svona þessa stærstu fundi og hef texta á myndböndunum okkar svo að fólk svo allir geti notið þeirra. Og það er einmitt það sem forseti á að gera, hann á að vera forseti okkar allra. Forsetin á að tala fyrir mannúð og skilningi og því að við stöndum saman. Forseti á að vera bjartsýnn. Við getum talað hvernig ég breyta stjórnarskránni og það er eitt ákvæði sem mér myndi líka við, að það kæmi bara í stjórnarskrá, forseti skal vera bjartsýnn. Já, ef við erum bjartsýn, þá breytast vandamálin í úrlausnarefni. Þá verður allt miklu auðveldara. Þannig finnst mér að forseti vera, leið okkur fram á veg og hlakka glaður til næsta dags. Auðvitað verður maður að vera jarðbundin og raunsær. Auðvitað er margt sem á laga í okkar samfélagi, auðvitað er margt sem bjátar á, en með bjartsýni verður lífið ögn léttara. Og við eigum að standa saman við Íslendingar, við eigum að leyfa öllum að njóta sín á eigin forsendum. Þannig líður okkur vel í samfélagi og þeir sem geta stutt aðra eiga að gera það. Við eigum að leyfa hinum, við eigum að leyfa öllum að blómstra, leyfa öllum að njóta sín, en við stöndum best saman með því að hjálpa þeim sem eru hjálpar þurfi. Og þannig forseti myndi ég vilja vera. Þakka ykkur fyrir. Þakka fyrir það, Guðni minn. Þá er næst á mælindarská Guðrún Margrét Pálsdóttir sem veit ekkert við hvað hún starfar. Við hvað starfar þú? Ég er hjúkrunarfræðingur. Já, næst tekur máls
Guðrún Margrét Pálsdóttir, hjúkrunarfræðingur. Gangi vel í öllum spítölum landsins. Já, ég hef nú ekki verið mikið á spítölum undanfarið, en já, ég hef unnið mest í hjálparstörf. Ég er 57 ára og er 4 barna móðir, á 2 drengi og 2 stúlkur á aldrinum 14 til 28 ára. Eiginlega orðið fullorðið fólk, 2 þeirra. Og ég fór í hnattferð fyrir 30 árum sem að breytti lífi mínu. Þá kynntist ég fólki sem bjó við raunverulega fátækt. Fólk sem bjó kannski bara í pappakassa og börn sem sváfu út á götum, og þetta var eitthvað sem snerti verulega mikið við mér, og ég hugsaði, fólk sem er svona fátækt, það mun aldrei kaupa sér bók. Og ég byrjaði að kaupa bækur og leita upp í fátækrahverfin og fátækustu þorpin og gefa þessar bækur. Og þá komst ég að því að það voru svo margir sem kunnu ekki að lesa. Og þá hugsaði ég verð að gera eitthvað í þessu. Þetta er eitthvað sem ég gæti gert, bara klára þessa hnattferð, farið heim og safna peningum til að fara aftur og verið bara í Mið-Ameríku, El Salvador og Nicaragua, og kennt fólki að lesa og skrifa. Og ég sem sagt kom heim og hlutinni fóru öðruvísi. Ég vildi ég hefði lengri tíma og geti sagt ykkur þá sögu, en í stuttumáli var ég einn af stofnendum ABC Barnahjálpar. Ég fór ekki út aftur, heldur vann að þessari hugsjón gegnum ABC Barnahjálp, sem hefur breytt lífi tugþúsunda barna, og sem forseti að þá myndi ég vilja vinna að hjálparstarfi. Ég myndi vilja setja hér árlega góðgerðarviku og öflugan góðgerðarsjóð. Ég myndi vilja að við stæðum saman og hjálpuðumst að við lyftum hvert öðru upp og sjáum gullið í hvert öðru, því allir eru óendanlega dýrmætir. Já, þakkaði þið það, Guðrún. Þakkaði þið. Já, heyrðu, við hlaupum á næst. Já, takk. Já, þakkaði þið. Við hlaupum á næst að. Það er Halla Tómasdóttir, sem ég veit ekkert við hvað hún starfar. Nei, það eru margir sem velta því fyrir sér. En ég hef undanfarin ár starfa sem alþjóðlegu fyrirlesari. Allt í lagi. Næst er Halla Tómasdóttir, hinn alþjóðlegi fyrirlesari. Já, takk fyrir það. Þetta var flott kynning. Takk, Andri. Og takk þið öll fyrir að halda þennan fund. Ég heiti sem sagt Halla Tómasdóttir og er gift og 2 barna móðir, á 12 ára dóttur og 14 ára son. Ég er alin upp á heimili þar sem að mér var send skýr skilaboð það að allir skiptu máli, óháð getu og óháð stöðu. Mamma mín er þroskaþjálfi, eins og fyrsta sem útskrifaðist úr þeim skóla á sínum tíma, og hún varði starfsævi sinni við það sem alltaf hét þá Kópavogshælið, en heitir Landspítalinn í Kópavogi í dag. Mamma er lítil kona, það er að segja lágvaxin, með eitt stæðsta hjarta sem að ég hef kynnst, og hjá henni var alltaf pláss fyrir alla. Og hún kenndi okkur að það ættu allir að skipta máli í okkar samfélagi, og það ættu allir rétt til þess að öðlast sjálfstæða búsetu ef þeir hefðu getu til þess, og til að fá að gera gagn. Hún kom að stofnun fyrsta sambýlisins af Kópavogshæli og vinnustofum, þar sem að ég dvaldi með henni óendanlega stundir þessar áratugi sem hún vann þar. Pabbi minn var húsvörður við Sunnuhlíð hjá eldri borgurum, og þar var getan stundum ekki heldur alveg full hjá fólki. Fötlun er stórt hugtak og það er ekki það sama sem á við alla, en sem betur fer hafa orðið gríðarlega miklar framfarir á því sviði, og við erum að reyna að koma með notendastýrða þjónustu þannig að hver og einn geti haga sínu lífi og fengi að blómstra á sínum forsendum. Ég er almennt séð á móti því að gefa hlutum mikla merkimiða, og mér langar svo litið að heyra frá ykkur sem hér komið saman hvað ykkur finnst það. Því ég er þeirra skoðun að við séum all sköpuð alveg fullkomlega eins og við eigum að vera, og lífið gengur í raunin út á það og þroskinn að fá að verða bara besta útgáfan af okkur sjálfum.
Ég fór pínulítið í gegnum það snemma á minni starfsæfi að reyna að vera karl af því ég vann í viðskiptum og ég þurfti stundum að láta eins og karl og klæða mig eins og karl til að láta taka eftir mér. En það var ekki fyrr en ég leyfði mér að vera allarleið sú kona sem ég og svo manneskja sem ég sem að mér fór að líða vel og ég fór að blómstra. Já, þakka þér fyrir það, Halla mín. Þannig ég vil bara að þið fáið öll að blómstra. Já, þakka þér fyrir það, Halla mín. Þetta fyrir að verki staði. Næst síðustu á mælindaskrá Hildur Þórðardóttir. Ég hef enga hugmyndu við hvað hún starfa. Ég hef verið rithöfundur undanfarin ár. Já, næst síðust á mælindaskrá Hildur Þórðardóttir, rithöfundur sem ætti kannski að skrifa ævisögu mína. Já, margir að skrifa ævisöguna þína. Já, heyrðu, komið sæl og gaman að koma til ykkar og takk fyrir að standa fyrir þessum skemmtilega fundi hérna Átaksfólk. Ég hef alveg frá því ég kom fyrst fram og bara undanfarin ár talað fyrir því að allir fá að taka þátt í samfélaginu á sínum forsendum, að allir eru mikilvægir og allir eru dýrmætir og að við aðlögum samfélagi að fólkinu en ekki fólkið að samfélaginu. Og strax í kosningabaráttunni minni eða ferlinu þá byrjaði ég að heimsækja blandaða vinnustaði og verndaða vinnustaði og alls konar svona úrræði, endurmenntun og símenntun sem hjálpa fólki að komast aftur á fætur og ég tala svo mikið fyrir því og ég er svo fylgjandi því að fólk, öryrkjar og allir geti tekið þátt í samfélaginu í einhvers konar starfsformi, hvort sem þið geta bara unnið 2 tíma á viku eða 2 tíma á dag eða 4 tíma á dag eða hvernig sem þeim hendar og að þeim er ekki refsað fyrir að taka þátt heldur séu þeim umbunað og að örorkubætur miðist við eða leyfi þáttöku í samfélaginu og því það er svo mikilvægt fyrir einstaklingin að finna að hann er dýrmætur og hann er að leggja eitthvað að mörkum til samfélagsins. Það eflir einstaklingana að leggja eitthvað á mörkum og taka þátt. Þá finnst þeim ekki, eða okkur finnst við þá ekki bara verið byrði á samfélaginu ef við erum bara að þiggja bætur. Þannig að það skiptir máli að allir fá að taka þátt. Og bækurnar mínar fjalla um þetta að styrkja sjálfa sig og finna innri styrk og finna sína köllun eða sína hillu í lífinu. Að finna sinn styrkleika. Allir hafa einhverja styrkleika og hæfileika og við þurfum að finna leiðir til að leyfa þessum hæfileikum og styrkleikum að blómstra og fyrir því tala ég. Já, þakka við það heldur, þetta vel sagt. Já, síðast á mælindaskrá sjálfur Sturla Jónsson, en má ég fyrst spyrja við hvað starfaðu? Það er bara eftir því sem að fellur í hendunar á mér. Já. Ég er svona allmúli mann. Já, við allir lagi, Nei, ég er ekki. Já, allir lagi. Síðastu á mælindaskrá já, ég ætla að byrja aftur. Síðastu á mælindaskrá Sturla Jónsson, vörubílstjóri og passa að vera ekki með neina fungaflunninga í vörubílunum. Nei, ekkert mál. Já, komið sæl, Sturla heiti ég og er 3 barna faðir og búinn að vera með sömu konunni minni núna í 23 ár. Og það sem hefur brunnið á mér núna síðastliðin ár er réttlæti og það er verið að tala um að allir séu jafnir. Það er rangt. Við erum ekki allir jafn og þá sérstaklega þeir sem eiga við fötlun að stríða og annars líkt, þeim er mismunað mjög og ég er ekki mikill ræðumaður en ég vil hins vegar fá að heyra hvað þið sjáuð varðandi forsetaembættið. Ég vil beita því fyrir okkur fólki í landinu. Það hefur ekki verið gert hér í áraraðir og einhver sýn, draumsýn. Það er eitthvað sem stendur ekkit í stjórnarskránni okkar og réttindin okkar. Þannig að mér langar að heyra hvað þið hafið að segja og hvað þið ætlist til á forsetanum ykkar og hvernig hann á að snúa sér að ykkur. Ég ætla að hafa þetta stutt. Þakka ykkur fyrir. Þetta var við styrsta ræða sem ég heyrt á ævi. En svo besta. Já, en svo besta, já, þakka þér fyrir. Við þökkum frambjóðunum þeim Andra Snæ, Ástóri, Elisabethu Kristínu, Guðna, Guðrúnu Margréti, Höllu, Hildi og Sturlu fyrir þetta. En nú er komið þeim Steinunni Ásu Þorvaldsdóttur og Katrínu Guðrúnu Tryggvadóttur að spyrja spurningana sem brenna samfélagi fatla. Gjörðu svo vel, frú mínar. Takk. Sæl. Ég ætla að fá að spyrja allan 3 spurningar fyrst og þau svarar frambjóðinu bara í samráðsröð.
Er það í lagi? Láttu að koma. Andri vill samt vera í miðjunni, sko. Hann vill ekki vera út aðrastöðu. En akkur ætti fatlað fólk að kjósa þig? Byrjum með Andra Snæ. Fatlað fólk ætti að kjósa mig af sömu ástæðu bara aðrir ætti að kjósa mig í fyrsta lagi. En hvað varðar sérstök áherslu efni þá sem varðar fatlaða þá hef ég mikinn áhuga á jöfnuði og jafnrétti og málefnum fatlaðra almennt og af þeim ástæðum að ég myndi vilja taka slík mál og setja það á dagskrá. Þess vegna til dæmis gæti fólk vilja kjósa mig. Skulum sjá hvað Ásþór segir. Já, ég hef nú talað fyrir því að byggja hér upp nýjan atvinnuveg sem að gæti að mínu mati og þeirra sem að ég hef beðið að reikna út efnahagslega áhrif af því væri 600 milljarðar á ári og eitt af því sem ég talaði sérstaklega í því sambandi er að með slíkri vítamínsprautum í þjóðfélagið þá getum við bætt kjör aldraðra, öryrkja þeirra sem minna mega sinni í þjóðfélaginu, ekki með góðgerðaviku heldur bara með beinlínis að auka tekjur landsmanna og það er eitt af því mikilvægasta sem ég tel og sé stjórnarskrárbundin réttind okkar að það er að allir búi við sama aðgang að heilbrigðiskerfinu án þess að þurfa að greiða sérstaklega fyrir það. Já, ég bara af sömu ástæðu og allir aðrir, en samt vil ég segja það að hér er fatlað fólk og það allt saman, en sko mér líður alltaf best þegar ég er á geðdeild eða inn á Vogi eða hérna á fundi Öryrkjabandalagsins eða á Elliheimilinu Grund eða á leikskólum. Þá einhvern veginn finnst mér ég alltaf vera svona Elísabet og ég þarf ekkert að útskýra mig og það er einhvern veginn bara finnst það bara langt best og þannig að það er og ég vil en samt er þetta svolítið skrítið að segja þetta og nú vita þau hérna allir í pallborðinu þetta líka sem er ekki fötluð sko en hérna mér finnst þetta bara að vera sýnilegri og það er það sem að þið og við og þið eru að gera hérna í dag að gera þetta sýnilegt. Við erum bara sýnileg, við erum til og það er ekkert mikilvægara heldur en það að vera til og vera sýnilegur. Takk. Já, takk fyrir spurninguna. Ég minni bara á það sem ég nefndi áðan mannúð, jöfnuð og að leyfa öllum að njóta sín á eigin forsendum, en þar fyrir utan á fatlað fólk eins og aðrir kjósendur í landinu að kynna sér sjónarmið okkar allra sem eru í framboði og taka einfallega upplýsta ákvörðun í framhaldi af því, kjósa eftir eigin sannfæringu og framverðlu nýta þennan rétt sem við höfum, kosningaréttin, því að hann er ekkert sjálfsagður eins og við vitum. Í hörðum heimi þá eru það forréttindi fyrir okkur Íslendinga að fá að kjósa okkur þjóðhöfðingja og svo eftir nokkra mánuði að kjósa líka fulltrúa til Alþingis og ég hvet ykkur einmitt til þess að halda svipaðan fund í aðdraganda þeirra kosninga. Já, ég held að það sé bara svipuðum nótum og aðrir myndu kjósa og eins og ég sagði sko hver einstaklingur er óendanlega dýrmætur og við ég myndi vilja líka það sem ég gat ekki komið að áðan að við myndum rækta rætur okkar sem þjóð og það meðal annars íslenska tungu og kristna trú. Þessi trúararfur er gríðarlega mikilvægur og eitt af því sem að ég mun standa fyrir er að hafa reglulega bænastundi fyrir þjóðinni og það sem að er beðið fyrir þeim sem að eiga erfitt og æskunni og þannig að
það eitt af því sem að ég vil sjá. Ég vil líka sjá að við græðum upp landið okkar og já, bara hver einstaklingur dýrmætur. Ég vil leggja áherslu á það. Já, takk. Já, ég myndi segja að ég þekki og hef fylgst með málaflokknum frá því að ég fæddist af móður sem hefur kynnt sér málefni fatlaðra og verið baráttukona þar og ég hef umgengist fólk sem hefur barist þar, þannig að allavega skynja ég mjög á tilfinningalegum stað þann veruleika sem að baráttan hefur verið fyrir marga fatlaða. En ég bara vil almennt segja að á Íslandi á að vera í boði jafnrétti fyrir alla og ég vil búa í þannig landi að allir fái notið sín og ég myndi vilja setja á oddinn að við klárum innleiðingu sáttmála Sameinuðu þjóðarinnar og tryggjum fötluðum það loforð sem að við skrifuðum undir árið 2007 en höfum ekki klárað að innleiða í okkar samfélagi. Það jafnrétti fyrir alla. Næstíðust, takk fyrir það. Já, þið eigið að kjósa mig vegna þess að ég mun koma að heimsækja ykkur, taka þátt í lífi allra landsmanna, sama hvar þeir eru staddir í samfélaginu, já. Og að því allir jafn dýrmætir, allir jafn einstakir og sérstakir og dásamlegir. Og þið fatlað fólk hefur staðið sig mjög vel og eru komin lengra heldur en margir aðrir hópar og aðrir hópar geta litið til ykkar. Og ég þekki málefni geðfatlaðra meira, ég á strák með geðraskanir, þannig að ég þekki þau mál vel og veit alveg hvað það að vera utanveltu og útskúfaður úr samfélaginu. Þannig að mitt mál að hafa alla með í samfélaginu og allir séu jafnir. Jæja, Sturla, þú síðast. Já, þetta gerur jafnstutt á áðan. Herðu, það aðeins komið inn á jafnréttið og annað slíkt og Halla nefnir hérna áðan að margrétt að innleiða einhver réttindi utan úr heimi. En það svolítið merkilegt að það aldrei nefnt neitt þar sem við eigum stjórnarskrárvarið hér og þið öll og ég. Það segir bara hreint út, allir skulu vera jafnir fyrir lögum. Af hverju ræður enginn það? Þið eigið sama rétt og við hinn sem að göngum hér með ófatlaða líkama og það mjög merkilegt að það skuli enginn ræða þau mál að þið eigið að hafa nákvæmlega sama og sá sem ófatlaður og það vill enginn, eins og ég sagði áðan, ræða þessi mál og það hlutur sem að mér finnst að forseti eigi að beita sig fyrir að þegar að það sem að stendur og réttindin ykkar, hann á að tala þau, hann á að sjá þessu virt. En það mjög einkennilegt og mjög svona af þessu fólki sem í pólitíkinni, það leitar alltaf út fyrir landsteinina. Það vill aldrei benda á hið augljósa og þau réttindi sem við eigum til staðar. Og það eins og til dæmis með sjúkrahúskostnað og lækniskostnað, lyfjakostnað. Það bara alveg á tandurhreinu að við eigum ekki að þurfa að borga fyrir þessa hluti. Ég hafa frænda sem í hjólastól og fleira skyldfólk sem alveg fatlað. Málið að það ekkert verið að sinna ykkur eins og á að gera. Og mér finnst mjög óeðlilegt að forsetinn sem við kjósum öll, að hann hefur þetta aldrei upp á borðinu. Hann ekki að tjá sig þetta, hann segir ekki að þarna þarf að laga, benda á, bara réttilega eins og Ólafur gerði hérna 1996 þegar að benda á að það voru hólur í vegunum hérna á Vestfjörðum. Af hverju getur hann ekki benda á það að það bara ömurlegt aðgengi á mörgum stöðum fyrir fatlað fólk og svo framvegis. Þetta bara maðurinn sem eða einstaklingur sem við ætlum að kjósa. Hann á að benda á þetta, hann á að segja frá þessu og jafnvel að skammast yfir þessu, þannig að þetta sé lagað. Takk. Þetta ekki satt? Jæja, það næsta spurning. Eru frambúðssíður á auðskildu máli hjá þér? Hjá mér? Á íslensku? Eitthvað öðru sem kannski gott letur og svona? Já. Já, Andri Snæk, þú svarar fyrst. Það var að því, eða ekki? Nei, það var Sturla sem svaraði. Ok, það stafróðsröð. Já, ég reyni að hafa allt mitt á auðskildu máli og eins og ég sagði þá legg ég mikið kapp á að texta myndbönd líka þannig að þeir sem eru heyrnarskertir geti
geti notið líka. Já, ég hef nú reynt að hafa það á auðskiljanlegu máli, mannamáli og sæmilega gott letur og ég hef líka reynt að texta myndbönd sem ég hef gert en það sem ég er nú að gera mikið af þessu bara einn og sjálfur að þá hef nú ekki kannski getað textað allt sem ég hef viljað en ég hef svona reynt að gera það besta sem ég get með aðstæður. Já, næst Elisabeth Kristi. Já, ég er með framboðsíðu og já. Hún er bara, já, ég veit ekki, það hefur engin kvartað en ég þurfti örugglega að skoða þetta sem að þið eru að tala um. Kannski þarf að vera stærra letur og einhver betri, ég þurfti bara að fá kannski álit einhver hérna í salnum að kíkja á hana og hvort hún sé í lagi. Þannig að því ég ætla náttúrulega að halda frambúðinu áfram líka, nei, grín. Ja, þú reyti bara þig bandana. Guðni, að koma fér? Já, ég hygg að textinn sé auðlæsilegur og myndbönd textum við þannig að heyrnarskertir geti notið þeirra en allar ábendingar samt mjög vel þegnar ef það er eitthvað sem mætti betur fara látið mig þá endilega vita því að þá leysum við bara úr því. Já, þakka þig. Guðjón Margrét? Já, ég veit ekki betur en að það sé auðskilinn texti og nógu stórt letur. Ég bara hef ekki hugsað út í þetta en ég held að þetta sé í lagi. Ég reyndar sko ef að það er eitthvað sem ég vil sjá stærra í tölvunni hjá mér þá ger ég bara svona og þá kemur það stærra en ég gerir mig grein fyrir að það er kannski ekki þannig á öllum tölvum þannig að en ég veit ekki betur en þetta sé í lagi en þið með gjarnan einmitt kvarta ef það er ekki. Já, takk. Halla, þú ert næst. Já, takk. Ég bað sérstaklega að það yrði hugað að skýrum texta, einföldum texta og góðri leturstærð en ég eins og aðrir bæti auðvitað ég fæ ábendingar. Ég fekk til dæmis ábendingar af því að ég hef verið í beinum útsendingum vikulega og tekið við spurningum í beinni útsendingu að þá gat ég ekki textað þessi myndbönd í beinni útsendingu þannig að við textuðum en hins vegar svara ég skriflega mikið af spurningum og fyrir marga er það mjög hjálplegt og ég svara öllum spurningum sjálf, er stundum vakandi fram á nótt við að gera það og sjálfboðaliðar textuðu eins mörg myndbönd og við komumst yfir til þess að gefa góða sýn. Þannig að ég legg áherslu á þetta en tek við ábendingum, við getum öll bætt okkur mikið hvað þetta varðar en ég legg áherslu á að tala skýrt og skrifa skýrt og ekki of flókið tungumál. Reyni það og er að reyna að vanda mig en ef ég get gert betur látið þið mig vita. Þakka þér Halla. Hildur, hvað segir þú? Já, takk. Ég skrifa á mjög einföldu máli og ég hugsaði að mér þegar ég var að skrifa bækurnar mínar að ég fengi aldrei verðlaun fyrir stíl vegna þess að það er, ég vildi frekar, mér fannst mikilvægara að þær væru á einföldu máli þannig að allir skildu heldur en að ég væri eitthvað að hafa þetta flúrað og flott. Þannig að textin minn á frambúðsíðunni er einfaldur og fólk ætti að skilja alveg nákvæmlega hvað ég er að meina vegna þess að ég er ekkert að flækja hlutina. Ég hef hins vegar ekki texta myndböndi mín og ég gæti gert betur úr því. En já, en eins og ég segi þá bara er allt á einföldu máli hjá mér og tiltölulega stuttar greinar svona sem ég er að skrifa. Þannig að það ætti að vera skiljanlegt. Þakka þér. Já, koma þér Sturla. Já, takk fyrir það. Herðu, ég er bara eiginlega með kosningaskrifstofuna hérna í símanum og hún er nú ekki mikið stærri en þetta og er ekki mikið fólki, ég er eiginlega bara verið 2-3 í þessu. Ég er að setja inn vídeómyndbönd, það er eins og við þekkjum, við erum öll afskaplega mismunandi. Ég kann ekki á vídeógerðina, ég get talað inn á vídeo á símanum og setta inn á Facebookina en hvað varðar að texta og annað slíkt. Ég veit að það eru nokkru sem eru heyrnarlausir og hérna er að fylgjast með mér. En ég hef verið mjög heppinn að það er fólk sem hefur gefið sér tíma til þess að segja frá hvað ég er að tala um í vídeónu hjá mér. En annars er þetta þokkalega skiljanlegt það sem ég er að láta frá mér og vona bara að það komist á milli manna það sem ég er að segja og gera og
þetta snýst allt réttlæti sem að ég er alltaf að tala hér á ferðinni. Takk. Já. Þetta er næsta spurningi hjá þig. Það er næsta spurning. Það munu forsetaframbjóðendur náðu þeir kjöru leggja sig fram að hafa upplýsingar, yfirlýsingar, ávörp og ræður aðgengilegar fötluðu fólki, til dæmis táknmál túlkað og á auðskildu máli og gott aðgengi. Já, Anders Næg, þú svo að fyrst. Já, ég var í heimsókn hjá Duff-hópnum daginn sem var mikill innblástur. Í fyrsta lagi sagði mér að það væri fallegt að tala með höndunum sem að hjálpaði mér mikið. Það var búið að gera mikið grín að mér fyrir að tala svona. Og svo lærði ég hvernig ég ætti að segja nafnið mitt, Kjósum Andra Snæ á táknmáli. Það er ekki rétt hjá mér, Kjósum Andra Snæ. Og ég hef lengi vel verið heillaður frá því ég sá fólk, þessi manneskja var inn í strætó og tala við vinn sinn sem satt fyrir utan Hlemm á táknmáli. Það var mér heillandi hvernig það gátu tala saman gegnum rúðu og nota ekkert hljóð. Þannig að mér finnst táknmál fallegt og mér finnst þetta næstum eins og dans og mér finnst þetta bæta við, til dæmis þegar maður er með fyrirlestur sjálfur, að einhver, frá mínu sjónarhorni, einhver dansar það sem ég er að segja. En ég veit ekki hvort að Duff fólk finnist það sniðugt hjá mér að segja svona, en mér finnst það að minnsta kosti bara bæta við og gera viðburði miklu fallegri þegar það er og já, þannig að tvímælalaust myndi ég vilja beita þessu eins mikið og hægt er. Já, Ástór. Já, ég myndi sem forseti að sjálfsögðu nota táknmál mikið þegar ég vændi mæta á fundi og ræður þar sem að búist við fólk þurfi á því að halda og ég er ekki í aðstöðu til að gera þetta í þessu litla framboði mín að setja táknmál á myndbönd eða annað. Við bara hreinlega höfum ekki fólkið í það eða tíman. Þetta er svo lítið batteri í kringum þetta hjá mér. En auðvitað ef ég hefði aðstöðu til eins og sem forseti þá myndi ég hafa það sem part af embættinu að það væri allt sendt út á táknmáli einnig sem að kemur frá forsetanum. Já, en hvað segir Elisabeth Kristín? Já, ég myndi auðvitað gera það og mér hefur alltaf fundið svo fallegt að tala með höndunum og skildi aldrei þessa kritík á andra að tala með höndunum. Ég bara sé maður öfundaði bara alltaf frakka sko að geta að tala með höndunum. Þetta var eins og eitthvað töfrandi. En ég kann þetta ekki og ég kann ekki að segja kjósi Elisabeth, en ég ætla að biðja, ég á 9 ömmustelpur, ein þeirra er 4 ára og hún kann táknmál með höndunum og hún er alltaf að spyrja mig, amma, ertu orðin forseti? Og henni finnst eitthvað langt síðan hún hefur séð mig sko, þannig að hún heldur að ég sé orðin forseti og hafa enga tíma fyrir hana. En hún kann þetta og mamma hennar kann þetta og ég held ég fari bara að hringi hérna eftir og biðjum að fá að læra smá táknmál svo ég geti byrjað að undirbúa mig fyrir bestastaði að tala svolítið táknmál þannig í túninu. Takk. Já, Guðni, það er sama spurning. Já, stuttasvarið er já. Ná ég kjöri sem forseti mun ég gera allt sem í mínu valdi stendur til þess að allir fái notið þess sem ég segi í ræðu og riti og ég myndi aftur leita til ykkar með ráðum það og ég myndi líka kannski fyrst áður en að því kemur spyrja einhvern og það getur einhver boðið sig fram hérna eftir og sagt mér hvernig á að segja á táknmáli kjósið Guðna. Já, Guðjón Margrét fór næst. Já, ég myndi hafa táknmálstúlk við allt sem að ég væri náttúrulega tala til þjóðarinnar og ef það er á fundum einhverjir viðstaddir þá ef því er viðkomið þá endilega. Mér finnst alveg ömurlegt að einhverjir sitji hjá og skilji ekki. Ég hef stundum verið í þeirri stöðu að vera að tala síðast núna bara á sunnudaginn og mér liggur frekar lágt rómur og svo eftir að ég er búin að tala þá segir einhver, ég heyrði nú bara ekki orð af því sem hún sagðir og
það er bara mjög sorglegt og það er sama þegar fólk er heyrnarlaust eða Já, þakka þið Halla. Já, svarið er já. Ég vil vera aðgengilegur forseti og myndi vilja þiggja allar ábendingar hvernig er best hægt að gera það. Þannig að allir geti fylgst með manni og fengi skilaboð, átt við mann samtal og einfaldan máta. Og ég vil nota alla tækni til þess. En það hefur verið skorað á mig og ég tók þeirri áskorun og skoraði á þá manneskju á móti. Að verði ég forseti þá muni ég reyna að læra nógu mikið sjálf til að geta allavega ávarpað og sagt lágmarks hluti og það er góð vinkona sem hefur fylgt mér eftir í langan tíma sem er heyrnarlaus sem gerði það og ég tók opinberlega á Facebook síðu minni þeirri áskorun að ég mun sem sagt reyna að leggja mig fram að læra bæði af andra og af þessari góðu vinkonu minni að tala meira með höndunum og hlakka til. Þannig að ég vona að ég geti lært aðeins. Maður verður kannski ekki eins fær og fallegur eins og þeir túlkar sem eru með okkur í dag en maður getur reynt að leggja sig fram. Þetta er líka tungumál og ég tala nokkur tungumál og ég er alveg til ég að bæta þessu við mig. Já, þakka þið Hildur. Já, sjálfsögðu mun ég hafa þetta aðgengilegt fyrir alla vegna þess að allir eru mikilvægir og allir eru jafn dýrmættir í samfélaginu. Þannig að eðlilega mun ég verði ég kosin forseti hafa alla mína texta og það sem ég stend fyrir aðgengilegt fyrir alla, klárlega. Já, Sturla, þú hefur síðast orðið. Já, takk fyrir það. Og ég held mig á jörðinni. Ég sem forseti fæ nefnilega þessu ekki ráðið og það sem er að gerast í dag varðandi túlka. Þetta er allt Alþingi sem ákveður þetta, hver hefur aðgengi að túlkunum og eins og það er að gerast í dag þá er bara fullt af fólki sem fær ekki túlka og annað slíkt hér í landinu. Alþingi hunsar þennan rétt hjá fólki og þetta er það sem ég mun beita mig fyrir að allir sem þurfa á þess að halda fái þennan og þetta sé virt en ekki bara að forsetinn hafi þetta af því að hann er forseti. Enn og lesblindur og skrifblindur þannig að sannarlega vildi ég geta gert eitt og annað læra táknmál en það er sumt sem við getum gert og Hvað er það fyrsta sem þú hugsar þegar þú heyrir orðið fatlaður? Anders, hefur þú svarið þessu? Var þegar fannst þótti sannað að menning, eitthvað í þá áttina og þetta er ekki menning, við verðum að breyta þessu og það er líka bara svo gaman að breyta hlutunum. Já, en þá er það Guðni sem svara næst. Ég mamma þín, Halla, þegar mamma hennar Höllu var bara í unglingavinnu, þá kynntist ég þeim sem þar bjuggu, þeir voru bara eins og við hinn, ólík nemendur. Þannig bara eigum við að vera og þannig miður okkur vel áfram sem samfélagi, þannig að fötlun í mínum huga er ekki merkimiði, það er bara eitthvað sem er og þarf að takast á. Fólk finnur þá tæmpill við og það er ekki síður að þakka átaki hér í sjónvarpinu, krakkar, mér langar svo þakka ykkur fyrir þessa frábæru sjónvarpsþætti, þeir færðu fatlaða inn á heimili venjulegs fólks og opnaði algjörlega sín allra á hvað þetta er réttindum. Býður upp á skemmtilegheit mörgum sinnum og frændi minn hann er bundinn við hjólastól og ég stundaði torfarakstur hérna í mörg ár og við smíðum torfarabíla og hann var með mér í þessu og það er oft sem það gerist að fólk sem er lama fyrir neðan mitti að það er ekki með tilfinningar. Svona skemmtilegt atvik, okkur vantaði hamar og við leituðum dauðaleita hamrin í 20 mínútur. Svo datt hann við að lyfta sér þessu upp á stólnum, þá var hann búinn að sita á honum allan tíman. Þannig að, jú, vissulega, ég veit ekki hvað ég get sagt og við eigum öll
Þetta var frekar stutt svar. Ástþór? Það var fullkomið svar. Ég held að ég taki undir það að allavega er ég ekki fullkomin. Þetta er nú